Hi on this wonderful Tuesday. Hi á þessum yndislega þriðjudegi. Vona allir hafi haft yndislegan dag. I hope that everybody had a wonderful, wonderful day today. And we are gonna start it with a little prayer. Já, Áski Jesús, við leggjum þessa stund í þína hendur, Drottinn minn. Ég bara biðjum að hreinsa hjarta okkar og hugsanir okkar og þeirra sem eru líka heima að hlusta, Drottinn minn. Við biðjum að blessa okkur öll, í Jesú heila nafni, amen. 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 Já, við ætlum að lyfta upp 5 nöfnum upp í náðuna, við ætlum að lyfta 5 name up to grace. Við ætlum að lyfta upp Grétari, við ætlum að lyfta upp Steindór, Magnúsi, Kristjáni og Kolbrúnu. Í Jesú nafni, amen. In Jesu nafni, amen. And we ask you to pray for them and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come upon them and help them in their lives with what God knows what they are struggling with. And if we pray, God is going to answer our prayers and then God is going to bless them. In Jesus' name, amen. Og munið að lyfta þessum nöfnum upp til Guðs og biðja fyrir þeim. Því að Guð ansar okkar bænum og biðja heilagan anda að stíga inn í líf þeirra og Guð veit hvers þau þurfa og styrkja þau. Í Jesú nafni, amen. Everybody say, amen on this wonderful Tuesday. And now we are in chapter 17 in Matthew og nú erum við komnir á kafla 17 í Matthews og vona þessi orð frá Guði með blessi ykkur og stíga inn í líf ykkar og að þið funnið samhengi í því sem hér sem á kannski eitthvað í þitt líf í dag. Í Jesú nafni, amen. And may these words give you wisdom and maybe something that you are thinking about and struggling with. Jesus always, with the scripture, when we read the scripture is always opening our eyes and we see things differently. What the words, when we read the word, it speaks sometimes a little bit different to us. Stundur sem við erum að lesa orðið og talar það svolítið öðruvísi til okkar þegar við heyrum það. Í Jesú heila nafni, amen, and everybody say amen on this Tuesday. And now I'm gonna start to read. Eftir 6 daga tekju Jesú með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans, og fer með þá upp á hátt fjall, að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann. Pétur tók til máls og sagði við Jesú, Herra, gott að við erum hér. Ef þú vilt wait a minute. Died at 130. Skil það svona. Excuse me a little bit. Try to put a little light on here. Afsækja þetta aðeins. Það lóta smá ljós á hér. Og hvað ég? Já. Mósi og Elías birtust þeim og voru þeir að tala við hann. Pétur tók við máls og sagði við Jesú, Herra, gott að við erum hér. Ef þú vilt skal ég gjöra hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Mósi eina og Elía eina. Meðan hann var enn að tala, skyggði yfir þá bjartský og rödd úr skýinu sagði, Þessi minn elskaði sonur,
sem ég hef velþóknun á. Hlýðið á hann. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, féllu þeir fram á ásjónir sínar og hræddust mjög. Jesús gekk til þeirra snart á og mælti: Rísið upp og óttist ekki. En er þeir hófu upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú eina. Á leiðinu ofan fjallið bauð Jesús þeim og mælti: Segi engum frá sýninni fyrir en mannssonurinn er risinn upp frá dauðum. Lærisveinarnir spurðu hann: Því segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma. Hann svaraði: Víst kemur Elía og færir allt í lag. En ég segi yður, Elía er þegar kominn og menn þekktu hann ekki, heldur gjörðu honum allt sem þeir vildu. Eins mun og mannssonurinn píslir þola af hendi þeirra. Þá skildu lærisveinarnir að hann hafi talað við þá Jóhannes skírara. Þegar þeir kom til fólks, gekk til hans maður og féll á kné fyrir honum, og hann sagði: Herra, miskunna þú syni mínum, hann er tungsjúkur og illa haldinn, og fellur hann á eldi og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús sagði: Ó, þú vantrúa og ráksnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann hingað til mín? Og Jesús hastaði á hann, og illi andinn fór úr honum, og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega: Hvers vegna gátu mér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim: Vegna þess að yður skorti trú. Sannarlega segi ég yður, ef þér hafið trú eins og musterakorn, getið þér sagt við fjall þetta: Flytjið héðan og þangað, og það mun flytja sig. Ekkert verður yður egg, en þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn og föstu. Þegar þeir voru saman í Galíu sagði Jesús við þá: Mannssonurinn verður framseldur í mannanna hendur, og þeir munu lífláta hann. En á þriðja degi mun hann rísa, og þeir eru mjög hryggir. Þá eru þeir komið til Kapernum, gengu menn þeir sem heimta inn í mustersgjaldið til Péturs og spurðu: Geldur meistari yðar eigi mustergjaldið? Hann kvað svo vera. En hann kom inn, tók Jesús fyrir til máls og mælti: Hvað lýsti þér, Símon? Af hverju heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandlausnum? Af vandlausum, sagði Pétur. Jesús mælti: Þá eru börn frjáls, en til þess veri hneykslum þá ekki, skaltu fara niður að vatni og renna að öngli. Taktu síðan fyrsta fiskinn sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Taka hann og greið þeim fyrir mig og þig. Í Jesú nafni, amen. Í Jesú nafni, amen. God bless ykkur. Yes. Now we are going to play this in English so everybody understands. This is King James 16:11. Yes. So it's always better to listen. Betra að hlusta á King James 16:11. Svo er rétt. Matthew 17. And after 6 days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, and was transfigured before them. And his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. While he yet spake, behold, a
bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. And when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid. And when they had lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of Man be risen again from the dead. And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic and sore vexed. For oft times he falleth into the fire, and oft into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him. And the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of Man shall be betrayed into the hands of men, and they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter and said, Doth not your master pay tribute? He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon, of whom do the kings of the earth take custom or tribute? Of their own children, or of strangers? Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free. Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up. And when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money. That take, and give unto them for me and thee. Jesu Jesu nafni, nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say, amen. And may these words bless you and give you wisdom. May þessu orð bless ykkur og gefa ykkur visku. Í Jesu nafni, amen. And now, if you're listening here for the first time, then I'm going to give you the opportunity, if you haven't received God into your heart, and if you believe that Jesus died on the cross for your sins, and he took on his sins for his blood and cleansed you, and you believe that, then you are saved. And I'm gonna start, yeah. Ef þú ert hér að hlusta, kannski hér í fyrsta skipti og hefur ekki tekið við Guði í lífið þitt, þá getur þú haft þessi orð eftir mér og konu minni og tekið við Guði inn í lífið þitt og Guð lofa því að maður hafi þessi orð eftir sér, að þá muni hann koma inn í hjartan hans og frelsa hann undan
Því maður gengur inn í Guðsríkið og maður trúir því að hann hafi dáið á krossinum fyrir syndir manns og hann hafi risið upp á 3. degi og hann hafi hreinsað mann fyrir blóðið sitt. Í Jesú heilaga nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Tuesday. Amen. And we're going to start this in Icelandic. Og við viljum byrja á þessu íslensku, svo hafðu þessu orð eftir mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú ert sonur Guðs. ég trúi að þú ert sonur Guðs. Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndir mínar Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri minni synd. Ég trúi að þú reist upp frá dauðum til lífs. Ég trúi að þú reist upp frá dauðum til lífs. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig syndir mínar Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig syndir mínar og þú mig algjörlega með blóðið þínu. og þú mig algjörlega með blóðið þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýja anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri manneskju í þér. og gerði mig að nýrri mannesku í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og bið þig að koma inn í líf mitt. og bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vil ég fylgja þér, Frá þessum degi vil ég fylgja þér, elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús fyrir að með blóði þínu fyrir með blóðið þínu er ég hreinsaður, er ég hreinsaður, fyrirgefinn, fyrirgefinn, endurfædd og elskuð af þér. og elskuð af þér. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni, amen. Amen. Now we're gonna have this in English. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins I believe that you died on the cross for my sins and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me for all my sins. I believe that you rose from the dead to give me life. I believe that you rose again from death to give me life. Jesus, I ask you to forgive me all my sins Jesus, I ask you to forgive me all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and ask you to come into my life. and ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, and live according to your word. love you, and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood I am cleansed, that through your blood I am cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. Everybody say amen on this wonderful Tuesday. Amen. Og munið að vera góð við hvort annað og munið alltaf að segja að þið elski hvort annað og Amen. munið að elska náungan og biðja fyrir óvinningar. Því þá mun Guð blessa ykkur. Amen. Því að við erum öll börn Guðs hér á jörðinni og því ber okkur að biðja fyrir náunganum og einnig fyrir óvinni okkar. And so always remember, be good to each other and always say to your family members that you love them, remember them of that, and tell your neighbor that you love him and pray for your enemy, then God is gonna bless you. And because we are all children of God, and that He died on the cross for our sins, and He freed us from the dark place. And so we love you here from Iceland, and we send our love, og við elskum ykkur hérna á Íslandi og við sendum ykkur okkar ást og eigið yndislegan dag og eigið yndislegan dag. Bye. Bye.